Góðan dag og takk fyrir að koma. Mér biðst afsökunar á röddinni í mér, ég er búinn að vera veikur undanfarna daga þannig að reynum að þola það. Þetta var enda varnarmálastofnun en ekki varnarmálaskrifstofa. Ég rakst á þessa grein á MBL nýlega þar sem var verið að tilkynna að 5G yrði sett upp í Tallinn og Stokkhólmi en það var mjög áhugavert að Internet of Things var nefnt sérstaklega í þessu samhengi. Þannig að þarna var dæmi það að enn eitt stóra fyrirtæki að hoppa á þetta hugtak Internet of Things, Ericsson í þessu tilviki. Önnur stór fyrirtæki sem að fara þessa leiði bara eins og Apple með sitt HomeKit, Google Nest, Intel að keyra út nýjan örgjörfa sem heitir Curie. Svo Samsung með SmartThings og Samsung hefur enda gefið það út að innan 5 ára verði öll þeirra tæki farin að tala saman. Þannig að við fórum svona að skoða þetta og öll þessi fyrirtæki virðist vera að stefna á sama stað sem eru heimilin. Og í rauninni öll þessi litlu tæki sem við erum að setja upp hjá okkur, það er að stýra ljósum, orkunotkun, jafnvel endurnýjanlegum orkugjöfum, öryggiskerfum, afþreyingarkerfum, hvað sem er. Og þetta er fínasta hugmynd, en svo þegar við förum að setja þetta í stærra samhengi, þá þurfa öll þessi tæki að tala saman á einhvern hátt. Og það eru bæði þráðlaus samskipti og svo eru víruð samskipti. En ef við skoðum þessa mynd, þá er margt kunnulegt þarna, tæki tala saman á Wi-Fi og Bluetooth. Og svo eru þarna aðra samskiptaleiðir eins og Z-Wave og Zigbee, sem virðist vera svona þessi 2 samskiptastaðlar sem að bítast á það að verða svona stóri aðilinn. Minni pínlítið á svona Wi-Fi beta samkeppnina árið. Og það eru fleiri staðlar sem koma þarna, þetta er rauninni stór flóra og þetta er ekki tæmandi listi. Þarna er til dæmis ekki tekið fram það sem að framleiðendur að nota sína eigin útgáfur af fjarskiptum, sem styðjast ekki við sérstaka staðla. Og orkukerfi og þess áttar eru líka að fara mikið yfir í þráðlaust. Þannig að ég þurfti svona aðeins að súmmera þetta upp og halda fókus. Þannig að svo, ef við hugsum út í hvað er þarna úti, ég hef sérstakann áhuga á því sem að gerast á undir 1 gígareyði og ég fókusaði fyrst og fremst á tíðnirnar sem eru opnar, 433 tíðnisviðið og svo 863 upp úr. Á 433 mikið af svona einhverjum smátækjum sem eins og ljósarófar og skynjarar og í mörgum tilvikum eru þau að tala á ekki samkvæmt stöðluformi heldur það sem að framleiðendur hafa skilgreint sjálfir. En svo þegar við komum að Zigbee og Z-Wave þá er það orðið miklu meira staðlað. Og ég nefni sérstaklega hérna Wireless M-Bus líka. Það er Evrópustaðall sem er notaður í vatnsmæla og rafmagnsmæla og Hitaveita Suðurnesja er núna að rúlla út mælum á flest heimili. Ég held að komnir við 1000 mælar í notkun núna. Og þetta er eitthvað svona sem ég hef áhuga á að skoða nánar og virðist ekki vera mjög flókin fjarskipti þarna á milli. En það bara hefur ekki gefist tími í það. Og svo eins og ég nefndi með svona sérhönnu fjarskipti, Custom RF. Bara til ég nefni RF þá er það bara stytting á radio frequency. Og ég ætla síðan ég kem aftur að því eftir smástund. Upprunalega planið var að skoða sérstaklega Zigbee og Z-Wave í samhengi við svona dreifð netkerfi. Keypti meira að segja sérhæfðan búnað í það. Svo kom það svona í ljós að þetta er ekkert sérstaklega útbreitt á Íslandi. Það er svo sem geta skoðað svona Philips Hue ljósaperur en það er ekki sérstaklega áhugavert svona í samhengi við öryggi. En við kemum aftur að því aðeins aftur. Flestir sem hafa komið nálægt rekstri netkerfa og hugbúnað á þróun þekkja þetta OSI-módel og vinnan okkar hjá Syndis hefur svona hingað til verið mestmegnis á layer 3 og upp úr, stundum á layer 2. En svona í þessari rannsóknarvinnu sem við fórum í þá
erum við að færa okkur svona yfir á nýtt svið. Þannig að vinstra megin hannaður búnaður fyrir Zigbee samskiptin eða 802.15.4 og við eigum búnaðinn en við höfum bara því miður ekki fundir nein fjarskipti sem við geta verið að skoða, þannig að það verður bara að bíða betri tíma. En við höfum líka svona tæki sem heitir HackerF sem hægra megin og það opnar alveg nýja möguleika. Þetta er tuner box sem þú getur farið inn á gríðarlega breitt tíðnisvið og öll vinnsla á merkjum fer fram í tölvunni hjá viðkomandi. Þannig að þetta opnar alveg nýja möguleika og þetta styður líka Zigbee, Z-Wave og bara nefndu það. En áður en maður fer í svona vinnu þá er gott að vita hvað má og hvað má ekki. Þannig að áður en við missum okkur í að kaupa lotnet og alls konar búnað, þá er gott að hafa í huga að Póst- og fjarskiptastofnun fer með allt framkvæmdavald á tíðnimálum á Íslandi og þennan búnað sem ég er að nefna og þessi tíðnisvið þá gilda ákveðnar Evrópureglur. Þannig að ef þið ætla að fara eitthvað í þessa áttina, bara hvet ég ykkur til að skoða það. Þannig að í rauninni byrjaði þetta allt með ljósarofa á skrifstofunni hjá okkur. Komst að því að hann var að senda út á 433 megariðum og ég fór að skoða hann með þessum HackerF búnaði og komst á því að hann var í rauninni bara að senda út púlsa. Þetta eru bara 2 merki, on og off augljóslega. En þetta var áhugavert fannst mér og þarna þurfti að skoða hvaða góða var við að senda, tímasetningun á þeim. Og þannig að þetta kom okkur á stað í ákveðna átt. Þannig að þá fór ég að hugsa hvaða annar búnaður er hérna úti sem við getum flokkað sem Internet of Things, er eitthvað sem fólk tekur til sín, eitthvað sem á við. Ekki eins og þessa ljósaperu sem ég nefndi áðan. Það þurfti að vera eitthvað meira relevant. Þannig að mér langar að kynna aðeins fyrir ykkur hugtak sem heitir SIGINT. Í stutta útgáfan er Signals Intelligence en SIGINT er í rauninni hernaðarhugtak sem snýst það að hlera samskipti hjá óvinaríkinu, taka þau sundur og í rauninni greina innihald merkjanna, hvort sem það er þá hljóð eða mynd eða einhver önnur stafræn gögn. Þannig að það snýst að, eins og ég sagði, taka á móti merkinu, greina það, afmóta það og svo gögnin sem þú færð og hvað þú getur gert við þau. Þannig að við fórum í smá rannsókn og ég er með myndband sem sýnir niðurstaðan á því og svo fer ég í greiningunni á því og eftir. Þannig að við skulum byrja á því að skoða það og við tókum fyrir öryggiskerfi. Það má flokka öryggiskerfi sem Internet of Things. Þetta er þráðlaus búnaður tengdur við eitthvað box sem er tengt við fastlínu og talar eitthvert, hvort sem það er þá til þjónustuaðila eða hvort það er yfir 3G, 4G þá til eigandana. Þannig að við skulum skoða það og ég ætla svona að segja það að ég sé þarna tæknivæddi og þolinmóði innbrotsþjófurinn. Við skulum skoða þetta. Jæja Björn, hvað ætlum við að fara að gera? Við ætlum að fara að brjótast inn hjá þér. Á mitt heimili? Já, ég er búinn að fylgjast með þér í nokkra daga og ég er búinn að afrita öll í þráðlausu samskipti við öryggiskerfið þar. Þannig að þegar ég labba inn, þá get ég slökkt á kerfinu þar. Nú komum við af stað og ég sendi disarm kóðann. Gengur augnablik. Nú er ég búinn að slökkva á kerfinu þar. Og nú get ég farið að gera hvað sem ég vil hérna inni. Og þegar ég er búinn, þá setjum ég bara kerfið aftur á og enginn veit neitt. Og þú gerðir þetta bara með því að hlusta á þráðlaus samskipti? Já. Af því að kerfið sem þú ert að nota er ekki með neina dulkóðun. Þannig ég get bara fylgst með hvað þú ert að gera og stjórna kerfinu ég er. Frábært. Svo virka plan A ekki alltaf, svo við þurfum að hafa plan B. Þannig þá kemur næsti hluti.
Hvað ætlum við að gera núna? Núna, að því að ég er búinn að fylgjast með þér í svolítinn tíma, þá veit ég hvernig allir þráðlausu skynjararnir virka í húsinu hjá þér. Ok. Þannig að nú ætlum ég að blekkja kerfið, þannig að það haldi að sé einhver komin Já, inn. og býtu, af hverju myndirðu vilja gera það? Hingra aðeins. Og nú fyrir kerfið af stað. Ok, ég heyri það. Og nú heldur það, svona slappa þig rétt sem snöggvast. Þetta væri til dæmis góð leið til þess að blekkja öryggisverði til þess að koma, sjá að kerfið farið af stað, enginn á staðnum og ekkert að gerast. Þeir fara, koma aftur seinna, aftur fyrir kerfið í gang og svo framvegis. Þannig að á endanum þá er þetta meðhandla sín bilun og skoða seinna. Og þá er hægt að gera ýmsa hluti heima í því. Þetta er hin röddi mín. Ok, þetta er áhugavert að sé hægt að gera þetta og ég ætla þá að fara núna í gegnum svona greininguna á merkinu, hvernig við fórum að því að svona taka þetta í sundur. Og þetta er nú kannski ekkert hlaupið að þessu, en okkur finnst þetta mjög áhugavert. Þannig að hérna er sýnishorn af hluta af kóðanum sem kemur bara að móttöku merkisins. Ég ákvað að hafa þessa glæru með, því í neðri línunni eru box sem heitir Clock Recovery og Binary Slicer. Og það er lykilatriði þegar við erum að taka á móti merki og greina það til þess að geta endurskapa það. Þá þarf þetta að vera með tímasetninguna alveg 100% og síðan er því breytt í binary kóða til þess að endurskapa það. Þannig ég fer aðeins betur í það á eftir en þetta þurfa að koma fram hérna. Þannig að ef við spáum í móttökun á merkinu, þá hægra megin uppi þá er búið að afmóta merkið aðeins, þannig við getum séð að þetta eru binary gögn sem eru að koma hérna í gegn. Og neðra megin, neðri myndin til hægri, þetta eru hráu gögnin, þetta er það sem er að koma inn. Og fyrir þá sem að þekkja til í fjarskiptum, þeir sjá strax hvers konar tegund af samskiptum þetta er. Og ég tek það fram þarna til að sé stafræn AM-mótun. En fyrsta skrefið þegar ég er að skoða svona, það er þessi mynd sem er vinstra megin. Það er til þess að finna nákvæmlega hvar merkið er að koma inn og hver er styrkurinn á því. Þá getur svona nokkurn veginn vitað hversu nálægt það er. Þannig ég viti að ég sé örugglega að skoða rétt merki. En ef þið hafið hugann við myndina hægra megin niðri og við skoðum þegar við erum að greina mótunina, þá í rauninni grunnútgáfur af mótun eru þessar þrjár, aflmótun, tíðnimótun eða fasamótun. Og síðan eru til óendanlegir svona variantar af því. Þannig að fasamótun er til í mörgum ólíkum útgáfum, þau getur blandað þessu saman. Þannig þegar við erum komið þetta, erum búin að taka mótimerkinu og greina mótunina, þá þurfum við að fara að taka gögnin í sundur. Neðsta myndin hérna hægra megin, hún er farin að sýna svona aðeins hreinna merki. En það sem er lykilatriði í þessu er það sem ég sýndi á teikningunni fyrst, það sem að binary slicerinn er, að þegar merki er orðið hreint, þá þarf að fara að búa til svona stafræna eftirmynd af því. Og í rauninni koma 20.000 lína af bara 0 og 1 og bara með sýnishorn hérna vinstra megin. Það sem er bara röð á 0, þar erum við náttúrulega bara, er engin útsending. Svo þegar við förum að sjá 0, 1, 0, 1, þá erum við reyna að endurskapa púlsana upp niður eins og miðjumyndin hægra megin sýnir. Þannig þessi tímasetning þarf að vera algjörlega á hreinu til þess að geta endurskapað merkið. En ég var mjög heppinn í þessu verkefni að myndin hérna vinstra megin niðri, hún er úr gamalli skýrslu sem ég fann úttekt á rúðubrotsskynjara og ég fann hana hjá FCC í Bandaríkjunum sem er svona eftirlits- og úttектaraðili. Og þessi skýrsla, svo heppilega vildi til hún innihélt prótókollin fyrir þennan skynjara og þar af leiðandi öll öryggiskerfin sem að nota þessa tækni. Þannig að ég hefði ekki endilega þurft að endurskapa klukkuna og öll gögnin af því að ég fékk þetta bara eiginlega á silfurfati. Þannig að þá veit ég hvernig merkin líta út. Þetta eru einhver 50-60 bita gagnastraumur sem fer í hverjum púls og þá veit ég hvaða hluti er adressan og hvað er statuskóði. Þannig að þetta var svona, það hjálpaði mikið.
En núna ef ég kem aftur að tæknivædda þolinmóða innbrotsþjófnum, hann kannski nennir ekki að drusla fartölvunni með sig hvert sem er. Þannig þá er hægt að fá svona þægilegt borð til að setja ofan á HackerF. Þannig að hann er þetta að koma með svona skrolltaka og smá notendaviðmót. Hann getur unnið rannsóknarvinnuna heima og fært síðan gögnin yfir í þetta. Þannig að það fer miklu betur í bakbókan heldur en annað. Og svo er gott að hafa gott stefnuvirt loftnet, þannig að þú sért nú örugglega fókus á réttan stað. Sért ekki taka á móti gögnum eða senda gögn í allar áttir. Þannig að í þessu tiltekna dæmi þá gögnin frá þessu kerfi eru algjörlega fyrirsjáanleg. Og fjarstýringar á öryggiskerfi eru ekki af hinu góða, þannig ég myndi ekki mæla með því að nokkur maður noti svoleiðis. Annað sem var áhugavert var að talnaborð, svona þráðlaus talnaborð, þau senda frá sér útvarpsmerki þegar þú ýtir á takka, hvort sem að kerfið sé virkt eða ekki. Þannig að þú ert að beinir stefnuvirka loftnetinu þínu á viðkomandi og viðkomandi byrjar að slá inn kóðan, þá kom alltaf RF-kóðar út, þannig sem að var hægt að pikka upp. Og að því að ég þekki prótókólinn, þá er þetta að tína merkið í sundur og greina að PIN-kóðin hjá þér er 1, 2, 3, 4 eða hvernig sem það er. Ég bæti svo við að það sé hægt að blekkja kerfi, það er hægt að fara svona ruddalegri leið að svona kerfum og hafa áhrif á þau, en ég ákvað bara að sleppa því, að ekki eiga við í þessu samhengi. Þannig að, hvað getið þá sagt stöðu öryggiskerfa? Það engin dulkóðun á stórum hluta þeirra. Þau notast ekki við staðla í samskiptum, heldur eru framleiðendur að gera sína eigin samskiptastaðla og treystir rauninni eingöngu á CRC villuprófin í samskiptunum. En í skýrslunni sem ég fann var einmitt þessi kóði sem ég notaði til þess að reikna út CRC, þannig að það var ekki vandamál. Það er hægt að hlera kóðana sem að koma frá kerfinu og eins og í dæminu fjarstýringarnar þá það ekki að nota rúllandi kóða, þannig að alltaf sami fasti kóðinn sem kemur frá þeim, þannig að það er nú ekki að hjálpa til. Og það er reynandi að giska á þetta allt saman. Og ég myndi segja að þetta virki á ca. 80% kerfa sem í notkun hérna og það er einfaldlega því þetta er bara orðin gömul tækni. Að við setjum þetta í samhengi við þegar þetta var hannað, fyrir bara 10-15 ára aftur í tímann, þá var algjörlega útilokað fyrir einhvern almennan borgara að fara að hlusta á svona samskipti og þurftir tækjabúna sem þurfti að flytja í hjólburum og kostaði marga milljónir. En það er bara breytti tímar í dag. Það eru ódýr box sem þú getur keypt til þess að taka á móti merkjum og fartölvur eru nógu öflugar til þess að vinna þau. Þannig að það eru bara breytti tímar í dag og við þurfum að skoða þetta í því samhengi. Þannig að ef við hugsum öryggi Internet of Things í dag, ég meina við erum að tengja saman í rauninni allt í okkar lífi, afþreyingarkerfi, öryggiskerfi, hússtjórnarkerfi. Við erum að flétta þetta allt saman og getum stjórnað öllu úr snjallsímum. Svo við þurfum aðeins að hugsa þetta. Varðandi öryggiskerfi, ég er alls ekki að mæla með því að fólk sé ekki með öryggiskerfi. Alls ekki. Þau þjóna algjörlega sínum tilgangi og þessi tæknivæddi þolinmóði innbrotsþjófur, ég veist að sé til mikið af þeim sem myndu fara í þessa vinnu. Og kannski ágætt að ég taki það fram að allur þessi kóði og þessi vinna sem ég hef gert í kringum þetta, það verður ekki gefið út. Fólk getur bara að fara í sína rannsóknarvinnu að fara að skoða þessa hluti. Þannig að svona heilt á litið þegar við erum að tengja þetta allt saman, þá eru kannski 3 atriði sem að mér finnst skipta mestu máli. Það er að neytendur, almenningur, þið þurfum að gera kröfur það að búnaðurinn sem þið eru að kaupa sé öruggur og hann sé prófaður. Það sé ekki bara að kaupa eitthvað dót og þið eru að tengja þetta við heimilin ykkar. Og þá kemur það næsta atriði sem þá endursöluaðilar og þjónustuaðilar, að þeir geri kröfur til sinna að byrgja að
þeir séu ekki að selja með eitthvað drasl, þetta sé búnaður sem að virkar. Og þá kemur það endanum að þróunaraðilum, að þeir styðjist við staðla og viðurkennd vinnubrögð og sé að búnaðurinn sem að þeir ætla að setja á markað, að hann bara standist skoðun og fylgi þá bestu leiðum í öryggi. Og ef við förum þá leið, þá kannski getum við gert þennan heim sem við viljum kalla Internet of Things öruggari heldur en hann er. Þá vil ég bara segja takk fyrir.